Þakka fyrir, Margrét. Og ég ætla að tala hérna nýja fjarskiptaregluverki sem á leiðinni. En ég ætla að byrja aðeins að rifja upp söguna og hvar við erum. Núverandi fjarskiptalög eru samþykkt 2003 á Íslandi og eiga rætur sínar rekja til fjarskiptatilskipana Evrópusambandsins frá 2002. Þetta eru 4 tilskipanir. Þessum lögum hefur verið breytt eitthvað 10 sinnum síðan að þau voru samþykkt og ýmsu bætt við og auk þess eru aðrar gjörðir innleiddar í íslensk fjarskiptalög eins og e-privacy sem fjallar vernd persónuupplýsinga í fjarskiptakerfum, til dæmis þessi svokölluðu umferðarupplýsingargögn sem eru hver hringir í hvern og hver lengi menn tala og svo framvegis, en ekkert innihald fjarskiptana, hvað það varðar. Nú síðan 2009 var samþykkt mikla breytingar á fjarskiptaregluverki Evrópusambandsins. Það regluverk hefur hins vegar aldrei verið innleitt í heild í íslenska rétt af ýmsum lagatæknilegum ástæðum. Þá kom líka inn þessi samstarfsvettvangur sem heitir BEREC, sem í raun og veru sá hluti Evrópusambandsbatterísins sem við tökum mest þátt í hjá Póst- og fjarskiptastofnun og algjört lykilatriði fyrir okkur að geta nýtt okkur það til þess að læra á og þróa okkar vinnubrögð hvað varðar fjarskiptaeftirlit. Nú nýja regluverkið síðan samþykkt núna undir lok árs 2018 og þetta vinna sem við búum að vera að gangi í mjög mörg ár. Ég var í stjórn BEREC 2017 og þá var þetta vinna við að búa til þetta regluverk og þróa það í fullum gangi og það var dálítið gaman að fá að vera svona bak við tjöldin og heyra hvað maður kalla það, málamiðlarnir eða hrossakaupin, hvað var það að hvernig svona lagasetning fer fram innan Evrópusambandsins. Nú þetta regluverk skeytir saman þessum 4 tilskipunum sem ég var með á skjánum áðan með umtalsverðum breytingum. Þetta gríðarlega stórt regluverk, þetta eru 126 greinar og tæplega 200 blaðsíður. Auk þess reglugerð BEREC sem einhverjar rúmlega 50 greinar og hún hefur þegar tekið gildi frá og með síðustu áramótum en BEREC á að taka gildi í lok árs 2020. Þannig ég vona það að við náum því á Íslandi að innleiða þetta regluverk á næstu 2 árum. Nú varðandi e-privacy þá ekki búið að nást niðurstaðum það nýja útgáfu e-privacy regluverkinu og ég held að ástæðan sé sú að andlag fjarskipta að breyta svo mikið. Í gamla daga voru þetta bara símar með símanúmer, nú allt orðið nettengt, bílar og dúkkur og úr og ég veit ekki hvað ekki, gríðarlega mikið af gögnum sem að fara á milli alls konar fjarskiptatækja vildi ég segja og menn eru einfaldlega ekki búin að átta sig á því hvernig á að fara með þetta allt saman. Nú, ég velti fyrir mér hvað barnið á að heita. Á ensku heitir tilskipunin European Electronic Communications Code, eða Code. Á Íslandi tölum við fjarskipti og fjarskiptalög. Í Evrópu tölum við telecommunications og núna electronic communications. Það væri þá rafræn samskipti. Nú stór hluti af þessum fjarskiptum eru ekki rafræn, heldur með ljósleiðarakerfum. En það spurning hvaða orð eigum við að nota fyrir þetta. Eigum við að taka þessa hipp og cool nálgun eins og Evrópa vill tala electronic communications og reyna að fjarlægja sig frá telecommunications eða eigum við bara að halda áfram með fjarskipti. Þetta eitt af því sem við eigum eftir að gera. Nú við erum rétt að byrja að greina hérna lagabálk í einhverjum smáatriðum og frekar snemma í þessu ferli, þannig að það sem ég segi núna það kann að breytast áherslur hvað varðar það í meðförum náttúrulega ráðuneytisins sem ber ábyrgð á innleiðingunni og síðan þingsins þegar það kemur. Nú Evrópusambandið mjög upptekið af fjarskiptum. Fjarskipti í Evrópusambandinu eru gríðarlega pólitísk vegna þess að menn líta á tækni umhverfi og þar með talið fjarskipti sem lykilatriði varðandi þróun atvinnutækifæra og þróun þjóðfélagana. Þess vegna eru fjarskipti á borði æðstu stjórnenda Evrópusambandsins frá degi til dags.
og þessi helstu markmið sem menn að vinna, það að örva sjálfbæra samkeppni sem hefur verið eitt af megin markmiðum fjarskiptaregluverksins og kannski mest áberandi starf Póst- og fjarskiptastofnunar undanfarin í allavega 20 ár. Nú síðan lögð mikið áhersla að styrkja innri markaðinn og þið hafið séð og upplifað það á eigin skinni til dæmis Roam Like at Home, þar sem þið getið farið með símann ykkar til annarra Evrópulanda, hluti af þeirri viðleitni. Nú neytendamál eru mjög ofarlega á baugi hjá Evrópusambandinu og ég held að megi fullyrða það að innan Evrópusambandsins eru réttindi neytenda hvað best tryggð innan allra stórra markaðssvæða í heiminum. Síðan nýtt markmið með kóðunum. Þessi 3 fyrri nefndu voru hafa verið í kóðunum frá 2002 að minnstu kosti, en nú nýtt það að hvetja markaðsaðila til fjárfestinga í innviðum til þess að ná uppbyggingu á 5G, til þess að ná uppbyggingu á ljósleiðaranetum, þá þarf að fjárfesta gríðarlega í innviðum. Og þetta svona megin þemað í mörgu í þessu nýja fjarskiptaregluverki. Nú, varðandi markaðsmótunina og samkeppnina, þá náttúrulega stefnt að því að búa til sjálfbæran samkeppnismarkað. Og við erum á þessari vegferð og gengur nokkuð vel. Við greinum markaðana og leggjum á kvaðir þar sem við teljum að þurfa að efla samkeppni. Nú þetta staða hvað það varðar að við byrjuðum með 18 markaði í fjarskiptum og þeir eru núna 6 eftir. Þannig að það hefur verulega mikið áunnist hvað þetta varðar og helstu markaðarnir lúta því hvernig við tengjum fyrirtæki og heimili, þar að segja bitastraumur og heimtaugar, og síðan það leigulínurnar og stofnlínurnar. Og það má segja það að þessi reglusetning, hvað var það heildsölumarkaði sem beinast í dag, fyrst og fremst að Mílu, þýða það að það mikil samkeppni samnýting í innviðum, og fyrirtæki eru þá í þjónustu samkeppni ofan á þessa innviði. Dæmi, Nova leigir leigulínur af Mílu til að byggja upp fjarskiptanet og svo framvegis. Nú það langtímamarkmiðið að losna út úr þessum sérstökum kvöðum, en við erum kannski ekki alveg komin þangað ennþá. Áhersla Evrópusambandsins í þessum pakka að fjárfestingar í innviðum, búa til samkeppandi innviði. Það annar skólinn og hinn skólinn eru þjónustusamkeppni. Nú, það verulega miklar breytingar á þessum markaðsmótunar hluta löggjafarinnar. Hins vegar þetta mjög flókin og djúp umræða og þannig ég ætla ekki mjög djúpt í þetta hérna í dag. En það má kannski segja það að við lesum þetta flæðirit hérna frá vinstri til hægri. Við erum hér í dag í þessum heildsölumarkaðs eftirliti. Það sem á að breytast að við að fara út í smásölumarkað, athuga hvort að smásölumarkaðarnir eru í samkeppni, samkvæmt ákveðinni aðferðafræði, og ef ekki, þá má bæta sífellt við einhverjum úrræðum hérna til þess að efla samkeppni. Og ef það dugir ekki, þá endum við hér í því sem við erum með í dag. Regluverki mun halda áfram hvað varðar kvaðir sem eru þegar lagðar á, þangað til við erum búin að fara í gegnum þetta ferli. Nú ég ætla aðeins að tala hérna um miðhlutan af myndinni á næstu glæru og svo ég hætti í þessum hluta. Það verður boðið upp á nýja nálganir til þess að hvetja til fjárfestinga í innviðum. Það svona rauði þráðurinn í fjarskiptaregluverkinu. Það að hvetja til fjárfestinga í innviðum. Og það eru 4 nýjir hlutir sem við getum beitt, hvað það varðar, 5. Það að segja að það aðgangur að efnislegum grunnverkjum fjarskiptafélaga sem má ekki rugla við aðra löggjöf sem í umsókn núna. Það aðgangur að efnislegum grunnverkjum allra annarra en fjarskiptafélaga. Og þetta þýðir það að fjarskiptafélög geta fengið aðgang að skurðum, rörum, kabalrennum, turnum og svo framvegis til þess að byggja upp eigin fjarskiptanet í samkeppni við önnur fjarskiptanet. Númer 2 eru hérna sameiginlegar fjárfestingar eða co-investment. Skulum hafa það í huga að samkeppnislöggjöfin segir keppinautar eiga ekki að vinna saman. Þannig að þetta undantekning, þetta löghelguð undantekning. Markaðsaðilar geta byggt sameiginlega upp innviði og það talið gott í löggjöfinni,
og þeir fá léttari kvaðir á sig ef þeir gera það. Það er svona gulrótin í þessu regluverki. Það er ákveðin samnýtingar eða symmetric access sem á kannski ekki mjög mikið við á Íslandi. Þetta á einkanlega við innanhúslagnir. Innanhúslagnir á Íslandi eru í eigu húseigandans, þannig að hann ræður því í dag hver er að veita fjarskiptaþjónustu innanhús. Það er ekki þannig í Evrópu og þetta er talsvert mikið vandamál í Evrópu að fjarskiptafélög fá ekki aðgang að fjarskiptalögnum innanhús hjá fólki. Þetta er ekki vandamál á Íslandi. Nú síðan er þessi heildsala eingöngu, það er að segja fyrirtæki sem selja eingöngu í heildsölu fá léttari kvaðir og síðan uppskipting fyrirtækja lóðrétt samþættra fyrirtækja að frumkvæði fyrirtækisins. Þar með þá er klofin út sá hluti fyrirtækisins sem veitir svona heildsöluþjónustu og þá fá þessi fyrirtæki á sig léttari kvaðir gegn því að uppfylla ákveðin skilyrði. Þetta svona toolbox þurfum við að hugsa í samhengi við 5G og internethlutina og að sjálfsögðu í samhengi við það sem við erum með í dag. Fyrir okkur í samfélaginu liggur að byggja upp nýja fjarskiptainnviði hvað varðar 5G, kem meira inn á þá eftir. Og þetta er gríðarlega stór og mikil fjárfesting. Og hugsunin hér er svo, finnum fjölbreyttar leiðir til þess að gera samfélögunum, þjóðfélögunum þetta kleift á sínum forsendum. Þannig að það verður farið í gegnum þetta ferli með markaðsaðilum og sjálfsögðu verður það að frumkvæði markaðsaðila hvaða leiðir þeir vilja fara í uppbyggingu og fjárfestingu í innviðum. Nú, við skulum aðeins tala markmið stjórnvalda ljósleiðaravæðingu. Nú er fjarskiptaáætlun til umfjöllunar í þingnefnd. Þar er meðal annars markmið að 99,9% landsmanna eiga að hafa aðgang að ljósleiðaratengingu árið 2025. Staðan í dag er þannig að aðgengi á ljósleiðurum fyrir heimili og fyrirtæki er mjög góð á höfuðborgarsvæðinu, á Eyjafjarðarsvæðinu og víða í strjálbýlinu fyrir tilstuðlan fjárfestinga fjarskiptasjóðs. En þéttbýli út á landi er með reyndar mjög þokkalega tengingar með ADSL og FDSL en það er ekki ljósleiðaratengt alla leið inn í heimilin. Og þá er spurningin, munu raddir rísa upp það að ljósleiðaravæða öll þessi heimili. Ef það tekst, þá náum þessum markmið 2025 og ég held að þessi nýja nálgun geti hjálpað okkur hvað það varðar í þessari uppbyggingu. Nú ætla ég að tala svolítið tíðnimál. Tíðnimál eru gríðarlega mikilvæg fyrir þróun markaðana og þau leggja grunninn af útbreiðslu 5G í Evrópu og Evrópusambandið er mjög upptekið að því að reyna að samræma sína nálgun og uppbyggingu og uppbyggingataktin. 5G er talið verða eitt helsti drifkraftur þróunar samfélaga og þetta er gríðarlega pólitískt atriði. Bandaríkin, Evrópa, Kína, Indland, allir eru að tala 5G. Þetta á að verða undirlagið fyrir 4. iðnbyltinguna. Það er ekkert minna en það. Til að auka áhuga markaðsaðila á að fjárfesta í 5G-netum, þá er lengt í tíðniheimildunum. Við höfum verið að gefa tíðniheimildur upp á 10-15 ár. Nú er farið upp í lágmark 20 ár. Nú það verður opnað upp á framsal tíðniheimilda og viðskipti með þær. Það er algjörlega lokað á það í dag. Þetta kom reyndar inn með 2009 regluverkinu. Ég hefði stundum viljað hafa þetta sem hluta af okkar verkfærum en það hefur ekki verið þannig. Þannig ég fagna mjög því að þetta verður opnað með framsalið. Nú endurnýjun skipulögð með góðum fyrirvara. Við förum í gegnum ákveðið ferli við það úthluta tíðnum og endurnýjun og það verður gert hér eftir sem hingað til. Nú, þessi úthlutunartíðni innan Evrópusambandsins, hann fer eftir ákveðnum svona prósessum og það gefur nú svokölluð tæknileg samræming fyrir tíðnirnar. Þegar það er búið, þá á úthlutunartíðnunum þvert yfir Evrópska efnahagssvæðið per land, við fyrir Ísland, á svona svipuðu tímabili.
sem þýðir það að þá að byggja það semst upp 5G-netin í ákveðnum takti innan Evrópu. Það eru stóru skilaboðin. Og það er búið að taka tæknilega samræmingarákvarðanir fyrir þessi 3,6 gigarið og 26 gigariðin. Og það liggur sem sagt fyrir að kanna áhuga markaðsaðila að fara þá leið að byggja upp net á þessum tíðnisviðum. Nú það verður enn og aftur slegin svona samræmingataktur á Evrópusambandinu. Það batteri sem heitir Radio Spectrum Policy Group. Okkur ber að tilkynna fyrirhugaðar úthlutanir á tíðnum og við getum fengið aðstoð frá þeim við það að rýna til dæmis hvaða skilmála við setjum í tíðniúthlutanir. Og það má gera ráð fyrir því að vegna þessa langa gildistíma tíðniheimildina að það verði svona meira lagt í þennan hluta vinnunar. 5G-netin, eins og ég talaði hér í fyrra minni mig, verða svolítið sérstök hvað það varðar að hluti þeirra verður á mjög háum tíðnum, 26 gigariðum, drægi senda þar eru ykkur 10 til 100 metra, þannig að það þarf mjög þétt sendanet. Og ótti Evrópusambandsins sá að það verður óþarfa skriffinnska í sveitarfélögunum það að byggja upp þessi net. Uppsetning á fjarskiptamöstrum og turnum og græjum oft á tíðum dálítið umdeild og Evrópusambandið vill sem sagt staðla þessa vinnu með því að gefa út þessar svokölluðu samræmingar eða innleiðingargjörð vegna þessa mitt næsta ár. Nú það verður opnað fyrir aðgang að eignum og aðstöðu í eignum hins opinbera og síðan á að samræma reglur útsendingastyrkin. Útsendingastyrkur oft mjög umdeildur erlendis, hversu mikill styrk á að heimila á sendunum og Evrópusambandið hyggst gefa út reglur eða allavega leiðbeiningar hvað þetta varðar. Nú að lokum þá hægt að setja ýmsa skilmála í tíðniheimildir varðandi reiki og aðgangskvaðir sem hafa verið kannski ekki mjög sterkir í dag og þetta eitthvað sem við verðum bara að skoða í samhengi við þróun markaðarins hér á landi. Nú var þetta öryggi neta og þjónustu. Þetta kom að langstærstum hluta inn í regluverki 2009. Við höfum í 47. grein fjarskiptalaga ýmis ákvæði varðandi hvaða þjónustuaðilar skuli gera þessar tæknilegur og stjórnunlegur ráðstafanir til að stjórna áhættu varðandi netin og þjónustu þeirra. Þetta búið að vera í gangi í allmörg ár. Það sem nýtt hér að ENISA, European Network Information Security Agency, mun samræma þetta starf miklu meira. Þannig að það verður að slá miklu meiri samræmingatakt á ýmsum stöðum. Neytendamál, eins og ég sagði áðan, það eitt af megin markmiðum Evrópusambandsins að tryggja réttindi neytenda. Nú samningsskilmálar eru oft á tíðum afskaplega flóknir og það hugsun Evrópusambandsins að reyna að einfalda það þannig að það verður gefin út stutt og einföld samantekst helstu skilmála og þetta á að vera á tungutæki sem að hinn venjulegi borgari skilur og verður sett fram á staðlagan hátt. Nú neytendur eiga að geta stoppað sína á notkun ef einhverju hámarki náð. Þetta reyndar að hluta til í fjarskiptalögum í dag. Og síðan verður skylda að koma upp almennri upplýsingagátt til samanburðar á verð og þjónustu. Nú við vorum með reiknivél Póst og Fjar fyrir nokkur síðan þar sem við bárum saman verð á heimilisíma og farsíma áskriftum til að auðvelda neytendum að velja þjónustuaðila. Við hættum við að reka þessa gátt út af því að þjónusta var meira að minna seld í pökkum og það svolítið flókimál að bera saman pakka A og pakka B. Það búið að vinna mikla greiningavinnu innan Evrópusamtakana hjá BEREC þessa pakka. Þannig að við vonumst til þess að við endurvekjum þessa reiknivél að það verður að bera saman pakka og epli á móti eplum nokkurn veginn. Nú hreyfanleiki neytenda það hvort að neytendur geta skipt þjónustuaðila án þess að þurfa að kvíða því og eitt af því sem að hefur verið til margra ára númeraflutningur. Honum verður viðhaldið en nú verður hvatt til það sem heitir over the air lausna eða eSIM lausna. SIM-kortið lykilatriði varðandi það að tengja símaðinn við þjónustuaðilann.
og til þess að skipta þjónustuaðila í dag þá þarftu að fara til hins nýja þjónustuaðila og vilt skipta þjónustuaðila og fá nýtt SIM-kort og þetta ákveðin hindrun í samkeppninni. Nú búið að þróa tækni þar sem þú getur hlaðið niður þjónustuaðilanum dýnamist over the air. Það að segja að það þarf ekki að skipta SIM-kort. Þetta getur hins vegar haft þar afleiðingar að ýmsir sjá sér leik á borði og við erum alls ekki komin til botns í því ennþá hvaða afleiðingar þetta mun hafa. Mun til dæmis Apple sem með eSIM-kort núna í þessu hluta af sínum, mun þeir bara búið til heims Apple-netið, kaupa mínútur í heildsölu, það eru þetta heildsölumarkaði fyrir mínútur og gigabæti í farnetum og seljaði bara þjónustu með símanum. Þannig ég spái því að þetta geti haft miklu meiri áhrif til lengdar lætur en við kannski gerum okkur grein í dag. Nú síðan internet hlutana, það er allt í kringum okkur og eitt af nýjum hlutunum í þessum kóða að það megi úthluta númerum til annarra en fjarskiptafyrirtækja. Ímyndum okkur bílaframleiðanda, hann vill framleiða bíla fyrir Evrópumarkað eða hvað og hann með SIM-kort í bílnum, hann getur bara fengið númer fyrir bílinn. Sömuleiðis hægt að úthluta númerum til notkunar í öðrum ríkjum. Númerin eru svona eins og IP-tölurnar fyrir internetið. Númerin fyrir farnetin eru svo IP-tölurnar fyrir internetið. Þannig að það verið að opna á númeramál þvert yfir allavega evrópska efnahagssvæðið. Þetta mun hafa, held ég, miklu meiri áhrif en við kannski búin að greina ennþá. Þannig að þetta mjög spennandi þróun. Nú vöndlar eða bundles sem ég nefndi svolítið áðan það fyrirbæri að það fellur undir regluverkið í þeim tilvikum allavega ein þjónusta í vöndlunum númeraþjónusta, þar að segja notar númer úr númerakerfi landsins eða ef það Internet Access Service, internet aðgangsþjónusta. Þar fær neytandinn ákveðin réttindi varðandi vöndlana sem hafa verið svona frekar óljós í dag, til dæmis að það þarf að birta einfalda skilmála alla vöndlana og hvernig menn losa sig út úr vöndlum og hversu langa binditíma hægt að hafa á svona vöndlum. Og það hefur reynt á allt þetta meira og minna í einstaka vörum á markaðnum í dag. Nú alþjónusta það fyrirbæri sú lágmarksþjónusta sem allir landsmenn eiga að fá á viðráðanlegum kjörum, búin að vera í fjarskiptaregluverkinu frá upphafi. Það kom inn í fjarskiptalögin í maí síðastliðinn sá möguleiki að nú skal öllum tryggt aðgang að interneti. Það sem interneti orðið hluti af alþjónustu sem var ekki hér fyrir ári síðan og það skal skilgreina lágmarksbandbreidd fyrir tiltekna lágmarksþjónustu og það starf þegar sem við erum undirbúa það nú þegar innan Póst og Fjar. Þannig að við erum svona svolítið að vinna okkur hæginn hvað þetta varðar. Þannig að internetþjónusta núna orðið svona hluti af lágmarksþjónustu samfélagsins. Það það sem þetta segir. Ef það byrði sem leiðir að þessu, vegna þess að það kannski ekki boðin internetaðgangur allstaðar á viðskiptalegum kjörum, þá kann að vera að ríkið þurfa að bæta þeim aðilum sem veita þjónustuna eða þarf að borga með henni og það getur annarkvort verið þannig að það verður fjármagnað gegnum alþjónustusjóð sem frá markaðsaðilum eða með bara hreinum opinberum fjárlögum og það nýtt að það getur verið með opinberum fjárlögum, það ekki í núverandi fjarskiptalögum. Nú neyðarnúmerið 112, það var mikið rætt það hvort það ætti að halda því við eða ekki, það verður áfram. Það verður bætt við þeirri möguleika að krefjast þess að fá aðgang að staðsetningarupplýsingum neytanda sem að hringja í neyð úr þessum Global Navigation Satellite Systems eins og GPS og það verður auðveldara sem að staðsetja fólk með farsíma. Nú við erum búin að vera í mörg ár með kerfi á Íslandi sem að sendir út SMS ef það þarf að vara við vá. Við grunnum nú að Evrópusambandið hafi tekið þessa hugmyndu upp eftir Íslendingum því að við erum búin að nota þetta með mjög góðum árangri til fjölda ára. En þetta núna orðið lagaboð frá Brussel. Nú að lokum hérna glæra það sem heitir intra-EU samskipti.
þið kannist væntanlega öll við Roam like at home, þar að segja að þið getið farið með farsímann ykkar og fengið sama verð fyrir þjónustu á Íslandi og Írlandi og ennþá í Bretlandi, ekki í Sviss vegna þess að Sviss ekki í ES. Og ég held að þetta hafi auðveldað mjög fólki að ferðast og nota þessi tæki og hefur verið mjög vel tekið af neytendum og þetta eitt af þessum atriðum að styrkja innri markaðinn. Þetta eitt af mest sýnilega gjörð Evrópusambandsins að styrkja innri markaðinn að það var innlega Roam like at home. Mjög pólitísk ákvörðun. Nú að taka næsta skref og það er að segja útlandasímtölin. Það er að segja ef ég á Íslandi með farsímann minn og hringi til Írlands þá borga ég útlandasímtöl. Og nú á að taka þennan þátt og setja ákveðið verðþak á þetta. 19 eurocent, hvað er það, 25 kall á mínútuna, eitthvað svoleiðis, og 6 eurocent fyrir SMS. Þetta svolítið snúið lagalega því að þetta regluverk var samþykkt bara undir lok árs 2018 og þetta á að taka gildi á Evrópska efnahagssvæðinu 15. maí 2019 og þetta krefst lagabreytingar ef það á að innleiða þetta í lögum. Þannig að það er óljóst ennþá og við Sigríður hérna erum að velta þessu fyrir okkur alla daga, er hægt að finna leið til þess að innleiða þetta í íslensk lög fyrir þennan tíma eða ekki og það bara liggur ekki ennþá fyrir. Nú, ég ætla ekki að hafa þetta lengra fyrir áhugasama, þá eru hérna ítarefni nokkur atriði sem ég ætla ekki að fjalla og nokkrar krækjur. Og ég vona það að þetta hafi verið svona sæmileg yfirferð yfir það sem er að koma. Það verður gríðarleg vinna að innleiða þennan pakka fyrir stjórnsýsluna og það er afskaplega mikilvægt að við eigum gott samstarf við markaðsaðila hvað það varðar. Mig grunar þessi samnýtingarumræða sem hefur verið mjög ofarlega á baugi verði eitt af aðalatriðunum varðandi innleiðingu kóðans og ég bara fagna því að taka þá umræðu. Takk fyrir.